Góðan dag. Ég hef með að vísa til annarra málsgreinar 12. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 samanber 6. grein samþykktar stjórn og fundar Akureyrarkaupstaðar boðað til fyrsta fundar bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar á kjörtímabilið 2014 til 2018. Í dag kl. 16:00 í bæjarstjórnarsalnum. Þetta bréf var sent á bæjarfulltrúa og hér með set ég fund í bæjarstjórn Akureyrar. Fyrsta mál, dagskrán í 10 liðum og fyrsta mál á dagskrá eru sveitarstjórnarkosningar 31. maí 2014. Ég mun nú lesa greinargerð kjörstjórnar vegna bæjarstjórnarkosninganna 2014. Samkvæmt annarri málsgrein 95. greinar laga nr. 5/1998 nýkjörinni bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hér með send greinargerð kjörstjórnar á Akureyri vegna nýafstaðinna bæjarstjórnarkosninga. Kjörstjórn kom fyrst saman miðvikudaginn 5. mars 2014. Á skrifstofu formanns kjörstjórnar umræðuefnið var bréf höfðu borist frá bæjarlista Akureyrar og frambjóði Bjartrar framtíðar þar sem bæði frambjóðin óskuðu eftir listabókstafnum A. Var kjörstjórnin þar með komin formlega til starfa fyrir kosningarnar. Alls hélt kjörstjórnin 16 formlega fundi vegna kosninganna en með bréfi þessu telst störfum kjörstjórnar hins vegar formlega lokið. Úrslit kosninganna voru þau að B-listi Framsóknarflokks hlaut 1225 atkvæði og 2 menn kjörna. D-listi Sjálfstæðisflokks hlaut 2222 atkvæði og 3 menn kjörna. L-listi L-listans, lista fólksins, hlaut 1818 atkvæði og 2 menn kjörna. S-listi Samfylkingarinnar hlaut 1515 atkvæði og 2 menn kjörna. T-listi Dögunar hlaut 121 atkvæði og engan mann kjörinn. V-listi Vinstri hreyfingarinnar græns framboð 906 atkvæði og 1 mann kjörinn. I-listi Bjartrar framtíðar hlaut 814 atkvæði og 1 mann kjörinn. Alls kusu á kjörstað 7898 kjósendur og utan kjörfundar kusu 1061 kjósendur eða alls 8959 sem gerir 67,17% kjörsókn. En á kjörskrá voru á kjördag 13.339 kjósendur í Akureyrarkaupstað. Auðir atkvæðaseðlar voru 297 og ógildir voru 41. Kjörfundur í Akureyrarkaupstað gekk vel en kosið var á 3 stöðum í sveitarfélaginu á Akureyri, í Hrísey og í Grímsey. Kjörfundur hófst klukkan 9 og lauk honum klukkan 22 en talning atkvæða var lokið klukkan 01:55. Kjörstjórn þakkar starfsmönnum Akureyrarbæjar, undir kjörstjórnum, talningafólki sem og öðrum þeim sem að kosningum komu vel unnin störf í þágu bæjarfélagsins og óskar að lokum nýkjörinni bæjarstjórn velfarnaðar í störfum sínum. Og fyrir hönd kjörstjórnar á Akureyri undirritar bréfið Helga Eymundsdóttir. Ég vil í upphafi þakka þeim bæjarfulltrúum sem látið hafa störfum hér í bæjarstjórn fyrir vel unnin störf á liðnu kjörtímabili og óska nýkjörnum bæjarfulltrúum velfarnaðar á komandi kjörtímabili og gott samstarf. En bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það ánægjulegt að sjá ykkur hérna og ég hlakka til að vinna með ykkur næstu 4 árin að minnsta kosti. Mér hefur verið falið fyrir hönd meiri hluta tilvonandi að fara yfir samstarfssamning sem við höfum gert með okkur. Hann auðvitað ekki tæmandi en hann gefur kannski í grófum dráttum grein fyrir að hverju við ætlum að vinna á næsta kjörtímabili. Að sjálfsögðu erum við líka þó opin fyrir ábendingum og athugasemdum frá vinnuhlutans og munum væntanlega mæta sátthús til leiks og óskum eftir góðri samvinnu við alla bæjarfulltrúa. En samstarfssamningurinn nokkurn veginn svohljóðandi. Bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins, L-listans og Samfylkingarinnar hafa náð samkomulagi að mynda meirihluta í bæjarstjórn Akureyrar kjörtímabilið 2014 til 2018 og samkomulag þetta byggt á stefnuskrám flokkana fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2014. Bæjarstjóri verður Eiríkur Björn Björgvinsson. Við leggjum áherslu á félagslegt réttlæti og viljum berjast fyrir því að allir njóti mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna,
kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu og öðru leyti. Þetta ætlum við að hafa leiðarljósi í öllum okkar störfum. Við viljum virkja íbúa til lýðræðislegrar þátttöku og gera stjórnsýsluna skilvirkari, meðal annars með aukinni rafrænni stjórnsýslu, einfaldari og skýrari verkferlum og virkara samtali við bæjarbúa. Lögð verður aukin áhersla á langtíma áætlanagerð örugga og ábyrga fjármálastjórn og forgangsröðun verkefna. Við viljum auka fjölbreytni atvinnulífsins og munum beita okkur fyrir frekari samvinnu skóla og atvinnulífs. Þá ætlum við að bæta samstarf og samráð við starfsfólk sveitarfélagsins, fjölga tækifæri til starfsþróunar og öðrum leiðum til að efla þá í starfi. Við teljum nauðsynlegt að auka fjármagn til uppbyggingar skóla og velferðarmála og við fjárhagsáætlunargerð munum við miða að því að styrkja þessa þætti rekstursins ásamt því að jafna stöðu bæjarbúa. Bæjarfélag sem býr yfir fjölbreyttu atvinnulífi, góðum skólum, líflegri menningu og öflugu íþróttalífi líklegt til að laða sér nýtt fólk og halda í þann mannauð sem fyrir Við ætlum að leggja hart á okkur til þess að Akureyri megi áfram styrkjast og dafna. Við höfum skipt þessum samningi upp í nokkra liði og sett undir þá punkta sem ég ætla að lesa. Þeir auðvitað gefa nú ekki nema bara svona rétt ádrepu á. Þeir eru rauninni bara stikkor sem við höfum eftir að útfæra suma, aðra höfum við byrjað að útfæra en ég ætla að lesa þetta upp. Stjórnsýsla og fjármál. Við ætlum að auka stöðugleika í rekstri bæjarins. Við ætlum að gera langtíma áætlun rekstur og framkvæmdir sveitarfélagsins. Við ætlum að efla íbúalýðræði, gera stjórnsýsluna faglegri og gegnsærri, framkvæma gæðakannanir á þjónustu bæjarins, einfalda og skýra verkferla, styðjast við kynjaða fjárhagsáætlunargerð og efla rafræn samskipti. Á sviði skólamála ætlum við að efla skólastarf og nútímavæða nám og kennslu. Við ætlum að auka virkni og áhrif foreldra í skólastarfi, auka fjármagn til innra starfs leik- og grunnskóla, efla sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum og leggja áherslu á aukna hreyfingu og virkni nemenda. Í velferðarmálum ætlum við að vera áfram leiðandi sveitarfélagi í þróun og uppbyggingu velferðarþjónustu. Við ætlum að gera velferðarsamning við ríkið, tryggja framboð dvalar- og hjúkrunarrýma. Við ætlum að tryggja örugt rekstrarfyrirkomulag heilsugæslunnar á Akureyri, setja velferð barna og ungmenna í forgang og koma á ungmennamiðstöð og efla geðheilbrigðisþjónustu ungs fólks. Loks ætlum við að stuðla að aukinni lífsfyllingu eldri borgara bæjarins. Í atvinnumálum munum við meðal annars setja á stofn atvinnu- og nýsköpunarráð. Við ætlum að efla frumkvöðlastarfsemi meðal annars með stofnun frumkvöðlaseturs og fablabsmiðju, auka markaðsrannsóknir og markaðssókn ferðaþjónustu allt árið, stuðla að atvinnufrumkvæði á öllum sviðum. Við viljum skapa umhverfið með það að markmið að fjölga atvinnutækifærum, gera Akureyrarbæ að eftirsóttum vinnuveitenda sem gott að starfa hjá. Við þurfum að tryggja næga raforku til atvinnuuppbyggingar, beita okkur fyrir öflugu millilandaflugi allt árið og marka skýra stefnu í málefnum norðurslóða. Í menningarmálum viljum við auka vægi lista og menningar í skólastarfi og uppeldi barna, efla lista og menningarstarf almennt, styðja við uppbyggingu menningar sem atvinnugreinar, auka samstarf og samrekstur menningarstofnana, tengja betur menningarstofnanir og skólastarf, hefja undirbúning á stofnun listaskóla barna og unglinga og ljúka við byggingu sjónlistamiðstöðvar. Í íþrótta- og tómstundamálum viljum við tengja betur saman starfsemi grunnskóla og íþróttafélaga. Við viljum auka þátttöku fólks á öllum aldri í íþrótta- og tómstundastarfi og við ætlum að hækka frístundastyrk í 25.000 krónur og til 18 ára aldurs á kjörtímabilinu. Loks ætlum við að veita frístundastyrk til eldri borgara. Mannréttinda og samfélagsmál. Við ætlum að virkja betur ungmennaráð, öldungaráð og hverfisnefndir við ákvörðunartöku, eyða óútskýrðum launamun og fá jafnlaunavottun, setja jafnrétti í öndvegi, efla samfélagslega þátttöku Akureyringa af erlendum uppruna og efla forvarnastarf almennt. Og loks undir málaflokknum skipulag, umhverfi og samgöngur. Við ætlum að taka forystu meðal íslenskra sveitarfélaga í umhverfismálum, setja okkur mælanleg markmið í umhverfismálum,
Við ætlum að endurskoða aðalskipulag, gera innviði hagkvæmar og hafa sjálfbærni að leiðarstef við skipulagsgerð. Við ætlum að virkja íbúa frekar til þátttöku í mótun skipulags, vinna áfram að uppbyggingu miðbæjarins. Við ætlum að stórefla strætósamgöngur og einfalda leiðakerfi. Við ætlum að byggja umferðarmiðstöð á kjörtímabilinu. Við ætlum að bæta græn svæði í þágu íbúana. Við viljum standa vörð öflugt innanlandsflug, gera úttekt á framtíðar íbúðaþörf og við ætlum að gera vélakost bæjarins vistvænni. Við eigum það auðvitað öll sameiginlegt að vilja bænum okkar vel og ég er viss að þannig munum við öll vinna á þessu kjörtímabili. Það er áherslu munur á milli flokkana, jafnt milli meirihluta og minnihluta, hugsanlega innan meirihluta og innan minnihluta. Þannig að ég ber þá von í brjósti að við getum nálgast þetta starf á málefnalegan hátt og náð samkomulagi sem flesta þætti að því marki sem það er hægt. Við þökkum Loga Má fyrir hans framlag. Orðið laust. Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er ánægjulegt að vera hérna á fyrsta fundi og ég eins og aðrir hér óska eftir góðu samstarfi á komandi kjörtímabili og reikna ekki með öðru en að hér verði unnið gott og öflugt starf. En þar sem að þessi samstarfssamningur eins og hann liggur hér fyrir barst okkur mjög seint, sá hann fyrst í morgun og sumir að sjá hann fyrst núna, þá óska ég hér eftir því að hann verði tekinn á dagskrá til málefnalegrar umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar þann 1. júlí og legg þá tillögu hér fram. Takk fyrir. Við þakkum Gunnari fyrir þetta. Næst á mælendaskrá Margrét Kristín, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að óska nýrri bæjarstjórn til hamingju með kjörið. Við höfum hér hóp af góðu fólki sem vill leggja sig fram við að bæta bæinn okkar og ég bind miklar vonir við þessa nýkjörnu bæjarstjórn. Heilt yfir fagna ég áherslum meirihlutans fyrir komandi kjörtímabil. Langtíma áætlanagerðir, ábyrg fjármálastjórn, aukning á fjölbreytni atvinnulífsins og frekari samvinna skóla og atvinnulífs. Þetta eru allt atriði sem Björt framtíð talaði fyrir í aðdraganda kosningana og ég fagna því að meirihlutinn sé á sama máli. Jafnframt ég ánægð að sjá að fjármagn verði aukið til uppbyggingar skóla og velferðarmála. Nóg hefur verið skorið niður þar, skemmst að minnast fréttaflutnings undanfarinna daga tónlistarskólann á Akureyri og biðlista þar. Það kom mér jafnframt mjög skemmtilega og óvart að sjá talað kynjaða fjárhagsáætlanagerð og ég býð fram alla mína aðstoð í þeirri vinnu. Að rekstrargrundvöllur heilsugæslunnar sé tryggður og raforka á svæðinu tryggð eru verkefni sem ég vona að við einhendum okkur í sem allra fyrst. Það sem ég sakna að sjá er að það sé ekki talað hið meinta samstarf sem oddvitar tveggja af 3 flokka sem mynda hér meirihluta töluðu mikið í aðdraganda kosningana. Skrifaðar voru greinar og haldnir voru fyrirlestrar. Talað var ágæti þess sem að L-listinn hafði gert á síðasta kjörtímabili með það að markmiða að bæjarstjórnin inni enn meira sem ein heild en ekki sem eiginlegur minni og meirihluti. Og í rauninni að þá erum við að ganga vist skref aftur á bak núna frá því sem L-listinn boðaði á síðasta kjörtímabili en þá veitti meirihlutin minnihlutanum meirihluta í 3 nefndum. Ég bind þó vonir við að hugsunargangur meirihlutans sem hér í dag sé þannig að tekið sér mark á góðum hugmyndum sama svo sem hvaðan þær koma og að upplýsingaflæði til minnihlutans verði gott og óhindrað. Ég hlakka til að vinna með nýrri bæjarstjórn og hlakka til að gera góðan bæ enn betri með ykkur.
Takk fyrir. Við þakkum Margréti Kristínu fyrir. Næst á mælendaskrá er Sóley Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég óska okkur öllum til hamingju með kjörið og þennan fyrsta fund og tek undir það að ég hlakka til að vinna með þessari bæjarstjórn sem að mér sýnist geta á þessum samstarfssamning geta orðið mjög ánægjuleg vinna, þetta áherslur að mörgu leyti mjög líkar og liggja saman. Það eru þó nokkur atriði sem að mig langaði til að spyrja meiri hlutan út í og fá betri skýringar í þessum samstarfssamningi. Ég ætla bara svona að nefna þessi atriði. Það kemur til dæmis fram að styðjast eigi við kynjaða fjárhagsáætlunargerð og mér þykir afar gott að heyra þetta og slíkt var einmitt samþykkt á síðasta kjörtímabili en fór minna fyrir framkvæmdinni. Þannig að ég myndi gjarnan vilja heyra frá ykkur að hve miklu leyti eigi að vinna samkvæmt þessari aðferðafræði á að innleiða hana formlega sem hluta verkferli fjárhagsáætlunargerðar hjá öllum deildum bæjarins eða hvernig er þetta hugsað? Ég er mjög spennt að heyra meira þetta. Einnig langaði mig til að spyrja út í verkefni sem snýr að því að koma á fót ungmennamiðstöð. Hvað er átt við þar? Er þetta viðbót við ungmennahúsið sem er nú þegar til staðar eða erum að ræða breytingar á þeirri þjónustu? Og eins langaði mig til þess að spyrja aðeins út í það er kveðið á að tryggja skuli næga raforku til atvinnuuppbyggingar og það vil ég gjarnan heyra afstöðu meirihlutans til línulagna í landi bæjarins. En við komum hugsanlega til með að ræða þennan samstarfssamning betur síðar. Takk. Við þökkum Sóleyju Björk fyrir hennar mál og næstu á mælendaskrá er Logi Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum ákveðin vanda á höndum. Hér hafa verið bornar upp spurningar sem að ég vil gjarnan svara og mun svara. Ég tel þó að þetta sé málefnalega athugasemd frá bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni það að það sé rétt að gefa flokkunum meira ráðrúm til þess að fara ofan í þennan samstarfssamning. Ég hef nú verið almennt þeirra skoðunar að við eigum að auka og efla almennar pólitískar umræður í bæjarstjórn og ég held að svona umræður þennan samning fái aukna dýpt og meira vægi ef að menn geta farið heim og unnið vinnuna sína. Þannig að ég mun því svara ásamt öðrum í meirihlutanum þessum spurningum frá bæjarfulltrúa Margréti og bæjarfulltrúa Sóleyju á fundinu 1. júlí og legg til að við frestum þá þessu máli fram til þess tíma. Kom bæjarfulltrúa Loga fyrir hans mál. Ég legg til að við tökum þetta mál inn á dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar 1. júlí. Þannig að þá tökum þessa málefnalega umræðu þar. Mér finnst kannski ekki ástæða því að þetta var ekki beinn dagskrárliður hér á fundinum að fara að bera til atkvæða. Ég held að við séum öll sammála því að við tökum þetta bara fyrir á fundinu 1. júlí og þar minnluti geta komið fram með frekari fyrirspurnir eftir að hafa kynnt sér þennan samning betur og við í meirihluta munum að sjálfsögðu svara öllum fyrirspurnum, bæði þeim fyrirspurnum sem berast á þeim fundi og þeim sem hafa komið hér í dag. Þannig að ég legg til bara að þessu máli sé lokið og við komum með umræður málefnasamningin á fundinum næstkomandi þriðjudaginn 1. júlí. Annað mál á dagskrá er kosning forseta og skrifara bæjarstjórnar til 1 árs. Ég ætla að biðja Silju Dögg og Gunnar Gíslason að vera mér til aðstoðar varðandi talningu, en fyrst fer fram kosning forseta bæjarstjórnar og Dagný mun dreifa hér atkvæðaseðlum á bæjarfulltrúa og þar skrifa menn nafn þess fulltrúa sem þeir vilja kjósa sem forseta bæjarstjórnar næsta árið.
Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Silju og Gunnar að koma hér og vera með til hals og tuss þegar atkvæði verið talið. Við ætlum aðeins að rugla þessu svolítið. Fyrsti seðillinn Auður. Annar seðillinn Matthías Rögnvaldsson. Þriðji seðill Matthías Rögnvaldsson. Fjórði seðill Matthías Rögnvaldsson. Matthías Rögnvaldsson. Matthías Rögnvaldsson. Auður. Auður. Matthías Rögnvaldsson. Auður. Og Auður. Það stoppir Auður. Það eru sem sagt 5 seðlar Auðir og 6 seðlar Matthías Rögnvaldsson og hann telst í réttkjöri forseti bæjarstjórnar árið 2014 til 2015 og ég býð hann að taka við fundarstjórn. Takk. Ég þakka traustið og annar liður, það kosning varaforseta til bæjarstjórnar og við kosningu fyrsta varaforseta þá dreifu miðum, ég ætla að biðja því Dagný að dreifa því. Gunnar og áttuðu bæjarfulltrúar Silju og Gunnar að koma hérna upp. Fyrsti seðill Auður. Annar seðill Auður. Sigríður Huld. Sigríður Huld Jónsdóttir. Sigríður Huld. Sigríður Huld. Auður. 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 Sigríður Huld Jónsdóttir. Sigríður Huld Jónsdóttir. Það eru 5 auðir og 6 gildir. Sigríður Huld telst því réttkjörinn varaforseti bæjarstjórnar. Þá það annar varaforseti bæjarstjórnar. Það biðja Dagný að dreifa.
ætla að biðja hv. bæjarfulltrúa Gunnar Gíslason og Silju Dögg að koma hérna upp. Fyrsti seðill er rauður. Gunnar Gíslason. Gunnar Gíslason. Gunnar Gíslason. Gunnar Gíslason. Gunnar Gíslason. Gunnar Gíslason. Auður. Auður. Gunnar Gíslason. Og Gunnar Gíslason. 3 seðlar eru auðir og 8 seðlar eru gildir. Gunnar Gíslason er rétt kjörinn annar varaforseti bæjarstjórnar. Þriðji liður kosning 2 skrifara í bæjarstjórn og 2 til vara. Fram hefur komið tillaga á nöfnum þessara aðalmanna, Ingibjörg Ólöf Vígseisen og Sóley Björk Stefánsdóttir, og til vara er Silja Dögg Baldursdóttir og Margrét Kristín Helgadóttir. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, þá lýsi forseti þetta fólk rétt kjörið. Þá er það 3. liður, kosning nefnda til 1 árs. Bæjarráð, 5 aðalfulltrúar og 5 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna: Guðmundur Baldvin Guðmundsson, formaður, Matthías Rögnvaldsson, Logi Már Einarsson, varaformaður, Gunnar Gíslason og Sóley Björk Stefánsdóttir og Margrét Kristín Helgadóttir áheyrnarfulltrúi. Til vara er Ingibjörg Ólöf Vígseisen, Silja Dögg Baldursdóttir, Sigríður Huld Jónsdóttir, Eva Hrund Einarsdóttir, Edvard Hákon Hubjens og Áshildur Hlín Valtýsdóttir vara áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki kom fram fleiri nöfn, lýsi forseti þetta fólk rétt kjörið. Þá var það 4. liður, kosning nefnda 2014 til 2018, kosningi fastanefnda til 4 ára. Númer 1, félagsmálaráð, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna: Sigríður Huld Jónsdóttir, formaður, Jóhann Gunnar Sigmarsson, varaformaður, Halldóra Kristín Hauksdóttir, Oktavía Jóhannesdóttir og Valur Sæmundsson og Guðrún Karitas Garðarsdóttir áheyrnarfulltrúi. Varamenn eru Valdís Anna Jónsdóttir, Rósa Matthíasdóttir, Guðlaug Kristinsdóttir, Svava Þ. Hjaltalín, Agla María Jósefsdóttir og Valbjörn Helgi Viðarsson vara áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Framkvæmdaráð, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna: Dagur Fannar Dagsson, formaður, Helena Þuríður Karlsdóttir, varaformaður, Ingibjörg Ólöf Ísaksen, Njáll Trausti Friðbertsson, Þorsteinn Hlynur Jónsson og Hermann Arason áheyrnarfulltrúi. Og varamenn eru Sæbjörg Silvía Kristinsdóttir, Eiríkur Jónsson og Guðmundur Baldvin Guðmundsson, Jón Orri Guðjónsson, Jón Þorvaldur Heiðmarsson og Árný Ingveldur Brynjardóttir vara áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Íþróttaráð, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna: Ingibjörg Ólöf Ísaksen, formaður, Árni Óðinsson, varaformaður, Birna Baldursdóttir, Þórunn Sif Harðardóttir, Sigurjón Jónasson og Guðrún Þórisdóttir áheyrnarfulltrúi. Og varamenn eru Sigríður Valdís Bergvinsdóttir, Ólína Freystinsdóttir, Halldór Kristinn Harðarsson, Ragnheiður Runólfsdóttir, Jónas Björgvin Sigurbergsson og Alfa Dröfn Jóhannesdóttir vara áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Samfélags- og mannréttindaráð, 5 aðalmenn og 5 til vara.
Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna. Silja Dögg Baldursdóttir, formaður, Sigur Óli Magni Sigurðsson, varaformaður, Eiður Arna Pálmason, Bergþóra Þórasdóttir, Vilberg Helgason og Hlín Garðarsdóttir áheyrnarfulltrúi. Og varamenn eru Inda Björk Gunnarsdóttir, Guðný Rut Gunnlaugsdóttir, Dagbjörg Pálsdóttir, Heiðrún Ósk Ófeirsdóttir og Árni Steinar Þorsteinsson. Jón Gunnar Þórðarsson var áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Skipulagsnefnd, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna. Tryggvi Már Ingvarsson, formaður, Eva Reykjalín Elvarsdóttir, varaformaður, Ólína Freystinsdóttir, Sigurjón Jóhannesson, Edvard Hákon Hubins og Jón Þorvaldur Heiðmarsson, áheyrnarfulltrúi. Og varamenn eru Viðar Valdimarsson, Helgi Snæbjarnarsson, Jón Ingi Sessarsson og Stefán Friðrik Stefánsson og Vilberg Helgason og Hólmgeir Þorsteinsson var áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki komið fleiri nöfn lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Skólanefnd, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna. Bjarki Ármann Oddsson, formaður, Dagný Þóra Baldursdóttir, varaformaður, Sigur Óli Magni Sigurðsson, Eva Hrund Einarsdóttir, Preben Jón Pétursson og Anna María Hjálmarsdóttir, áheyrnarfulltrúi. Og varamenn eru Pétur Mark Þorsteinsson, Tryggvi Þór Gunnarsson, Ingibjörg Ólöf Ísaksen, Hanna Dögg Maríanusdóttir, Áshildur Hlín Valdísdóttir og Inga Sigrún Atladóttir er vara áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Stjórn Akureyrarstofu, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna. Logi Már Einarsson, formaður, Elvar Smári Sævarsson, varaformaður, Anna Hildur Guðmundsdóttir, Eva Hrund Einarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir. Eva Dögg Fjölnisdóttir er áheyrnarfulltrúi. Og varamenn eru Sædís Gunnarsdóttir, Mínerva Björk Sverrisdóttir, Silja Dögg Baldursdóttir, Hanna Dögg Maríanusdóttir, Guðmundur Ármann Sigurjónsson og Guðmundur Magni Áskilsson er vara áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn en kjósa átti lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Umhverfisnefnd, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna. Dagbjörg Pálsdóttir er formaður, Óskar Ingi Sigurðsson varaformaður, Ingimar Ragnarsson, Kristín Frímann Árnadóttir, Áshildur Hlín Valdísdóttir og Ólafur Kjartason áheyrnarfulltrúi. Og varamenn eru Þorgeir Jónsson, Petri Ósk Sigurðardóttir, Dúsanga Kotras, Ármann Sigurðsson, Kristinn Pétur Magnússon og Jóhannes Árnason var áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki komið fleiri nöfn en kjósa átti lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Í kjörstjórn, 3 aðalmenn og 3 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna. Helga Eymundsdóttir, formaður, Þorsteinn Hjaltason, varaformaður og Júlí Ósk Andorsdóttir. Og varamenn eru Þröstur Kolbeinsson, Arnór Sigmarsson og Kristinn H. Kristjánsson. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Kosning nefnda 2014 til 2018. Það er almannavarnanefnd Eyjafjarðar, 2 aðalmenn og 2 til vara. Fram kom listi með starfssveitum aðalmanna og varamanna. Tilnefning þessi er í samræmi við samkomulagi um skipan almannavarnar og Eyjafjarðar. Það er fyrirgefið. Fram kom listi með starfssveitum aðalmanna og varamanna. Bæjarstjórinn á Akureyri er varamaður og bæjartæknifræðingur. Formaður framkvæmdaráðs er varamaður og formaður bæjarráðs. Þetta er aðalvaramenn, fyrirgefið. Einhver athugasemdir við þetta? Þá tilnefning þessi er í samræmi við samkomulagi um skipan almannavarna Eyjafjarðar. Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, 2 aðalmenn og 1 til vara. Kosið árlega fyrir aðalfund. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna. Unnar Jónsson, formaður, og Njáll Trausti Friðbertsson, og til vara er Matthías Haukason. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn en kjósa átti lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Barnavernd Eyjafjarðar, 4 aðalmenn og 4 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna. Valdur Dýrfjörð, formaður, Jóhann Gunnar Sigmarsson, Álfheiður Svana Kristjánsdóttir og Sigrún Sigurðardóttir.
og varamenn eru Anna Hildur Guðmundsdóttir og Heiðrún Ósk Ólafsdóttir og Jakobína Káradóttir og Silja Dögg Baldursdóttir. Spurningum varaformann þarna, er það ekki venja fyrirgefi? Okay. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, þá lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Fulltrúar á Brunabótafélags Íslands, 1 aðalmaður og 1 til vara, Guðmundur Baldvin Guðmundsson, aðalmaður, og til vara er Ingibjörg Ísaksen. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Hafnarsamlag Norðurlands, 5 aðalmenn og 5 til vara. Framkomin listi með nöfnum þessa aðalmanna: Víðir Benediktsson, formaður, Jóhannes Gunnar Bjarnason, varaformaður, Linda María Ásgeirsdóttir, Baldvin Valdimarsson og Kristín Björk Gunnarsdóttir. Og varamenn eru Ágúst Torfi Hauksson, Húni Heiðar Hallsson og Sigríður Huld Jónsdóttir, Ármann Sigurðsson og Preben Jón Pétursson. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Heilbrigðisnefnd Norðurland eystra, 2 aðalmenn og 2 til vara. Framkom listi með nöfnum þessa aðalmanna: Pétur Makk Þorsteinsson, formaður, og Svanhildur Dóra Björgvinsdóttir, og til vara er Linda María Ásgeirsdóttir og Hjördís Stefánsdóttir. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Landsþing Samband íslenskra sveitarfélaga, 5 þingfulltrúar og 5 til vara. Framkom listi með nöfnum þessa aðalmanna: Matthías Rögnvaldsson, Guðmundur Baldvin Guðmundsson, Gunnar Gíslason, Logi Már Einarsson og Margrét Kristín Helgadóttir. Og til vara er Silja Dögg Baldursdóttir, Ingibjörg Ólöf Ísaksen, Njáll Trausti Friðbertsson, Sigríður Huld Jónsdóttir og Sóli Björk Stefánsdóttir. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Eyþing, Samtök sveitarfélaga í Eyjafirði, Þingeyjarsýslum, 9 aðalmenn og 9 til vara. Framkom listi með nöfnum þessara aðalmanna: Bjarki Ármann Oddsson, formaður, Matthías Rögnvaldsson, Silja Dögg Baldursdóttir, Guðmundur Baldvin Guðmundsson, Ingibjörg Ólöf Ísaksen, Logi Már Einarsson, Gunnar Gíslason og Eva Hrund Einarsdóttir og Margrét Kristín Helgadóttir. Og til vara er Sigríður Huld Jónsdóttir, Dagur Fannar Dagsson, Tryggvi Þór Gunnarsson, Sigurður Óli Magni Sigurðsson, Halldóra Kristín Hauksdóttir, Ólína Freystinsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson, Bergþóra Þórðardóttir og Sóli Björk Stefánsdóttir. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Samstarfsnefnd um ferli mál fatlaðra, 1 aðalmaður og 1 til vara. Framkom listi með nafni aðalmanns Jón Heiðar Jónssonar og til vara Tryggvi Már Ingvarsson. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Stjórn lífeyrissjóða starfsmanna Akureyrarkaupstaðar, 2 aðalmenn úr hópi bæjarfulltrúa og 2 til vara, auk bæjarstjóra sem er formaður. Bæjarstjóri er formaður samkvæmt reglugerð. Framkom listi með nöfnum þessa aðalmanna: Sigríður Huld Jónsdóttir og Gunnar Gíslason. Og til vara er Silja Dögg Baldursdóttir og Eva Hrund Einarsdóttir. Það sem ekki kom fram fleiri nöfn, lýsir forseti þetta fólk rétt kjörið. Þá er það 6. liður á dagskrá, ráðning bæjarstjóra. Lagður er fram ráðningarsamningur bæjarstjóra Eiríks Björgvinssonar og bæjarstjórn staðfestir samningi með greiddum atkvæðum. Einhverjir sem vilja taka til máls? Sóley, bæjarfulltrúi Sóley tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við í Vinstri grænum erum hlynnt í fyrirkomulagi sem verið hefur síðustu 4 ár, þar sem að bæjarstjóri var ráðinn eftir auglýsingu eftir óflokkspólitískum forsendum, og við höfum vilja til að halda því formi, en okkur þykir eðlilegt að staðan sé auglýst. Ég mun því sitja hjá, en ég tek það fram að í því felst ekki gagnrýni á störf Eiríks Björgvinssonar sem bæjarstjóra, heldur gagnrýni á ráðningarferlið. Bæjarfulltrúi Margrét Kristín Helgadóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég óska okkur öllum til hamingju með áframhaldandi ráðningu Eiríks.
Samningur þessi sem til umfjöllunar núna frekar einfaldur í grunninn og tekur á helstu atriðum á milli embættismanns og vinnuveitanda, svo sem launum og orlofi og þess háttar. Nokkur gagnrýni var á bæjarstjórann á síðasta kjörtímabili þess eðlis að hann væri ekki nógu áberandi í fjölmiðlum eða ekki þessi talsmaður Akureyringa sem að sérstaklega var ætlast til. Ruglingur var jafnvel á því hver væri eiginlegur tengiliður við Akureyrarbæ. Var það bæjarstjórinn, þáverandi oddviti L-listans eða einhverjir aðrir? Eða eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin skrifaði sjálfur í blaðagrein, mátti gagnrýna að hlutverk hans af hálfu meirihlutans hafi ekki verið nógu skýrt og oft á tíðum ekki verið ljóst hver væri málsvari bæjarins í einstaka málum sem upp hafa komið. Bæjarfulltrúi Guðmundur sagði jafnframt í sömu grein að hlutverk bæjarstjóra yrði betur skilgreint sem talsmaður samfélags okkar fengi hann einhverju það ráðið. Ætla má að vantað hafi eitthvað upp á nákvæma starfslýsingu bæjarstjórans, hvort hann sem faglega ráðinn bæjarstjóri ætti að taka slaginn út af við eða eftirláta pólitískt kjörnum það hlutverk. Það sem að ég vildi spyrja voru þessi atriði sérstaklega rædd þegar bæjarstjórinn var endurráðinn. Það mjög mikilvægt að fólk viti sitt hlutverk í starfi og jafnframt að bæjarbúar viti hvert hlutverk bæjarstjórans eitthvað samkomulag meirihlutans á milli hvernig bæjarstjórinn eigi að vinna sem ekki til umfjöllunar hér í dag? Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Margréti að ég fagna sérstaklega endurráðningu Eiríks Björns sem hefur starfað vel í okkar þágu. Það alveg rétt að það áferðarmunur á bæjarstjórum milli bæjarfélaga og við höfum séð bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum beita sig til dæmis með öðrum hætti heldur en bæjarstjórinn á Akureyri. Ég hef kosið frekar þá hóværu og skelleggu framkomu bæjarstjórans á Akureyri heldur en þann ofsa kannski sem hefur einkennt aðra bæjarstjóra. Við höfum vissulega rætt það hvernig við getum styrkt okkar rödd út á við og það munum við gera öll í sameiningu. Ég geri ráð fyrir að Margrét muni mæta í blaðaviðtöl og tala fyrir okkar hönd líka. Bæjarstjórinn mun áfram sinna sama hlutverk og hann hefur hingað til gert. Við munum hins vegar öll bakkan upp sem erum í meirihlutanum og vonandi þið líka, en það var ekkert sett á blað að hann ætti að haga sér öðruvísi heldur en hann hefur gert vegna þess að forsenda fyrir hann ráðinn að við erum ánægð með hann. En við munum hins vegar sýna honum allan þann stuðning sem við mögulega getum. Hvert og eitt okkar mun svo auðvitað svara samkvæmt sinni samfæringu. Við höfum ekki skipt með okkur verkum meirihlutinn hver á að vera talsmaður bæjarins í pólitískum málum, enda fer það dálítið eftir á hvaða sviði verið að ræða hlutina, hvort það eru málefni sem tengjast Akureyrarstofu eða atvinnumálum eða eitthvað sem heyrir undir forma bæjarráðs. En Eiríkur mun standa vaktina og vera okkur til sóma áfram sem hingað til. Háttvirtur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það kannski bara því að bæjarfulltrúi Margréti vísaði í greinarskrifi mín varðandi þetta efni að varðandi skýringar á hvernig bæjarstjóri Eiríkur Björn á að starfa, að það ljóst að við munum skilgreina betur þannig að við séum í rauninni eins og bæjarfulltrúi Logi kom inn á, við munum ákveða hvernig við svörum betur fyrir þannig að það sé skýrt alveg hvar hans rödd á að hljóma. Þannig að við séum í rauninni bara með að afmarka og við munum ræða þá fyrst í samráðsfundum okkar með bæjarstjóra verður í fyrramáli akkurat, þar sem við munum fara við þetta ræddum við í samningaviðræðum við hann og við munum klárlega láta rödd okkar heyrast betur á hvaða vettvangi sem það okkar keppikefli að standa vörðum hagsmuni Akureyrarbæjar hvar og hvernig sem og Eiríkur Björn hefur afskaplega góða og mikla reynslu og ég tek undir með ykkur, ég fagna því að við skulum hafa fengið hann hér aftur til að starfa fyrir okkur næstu 4 árin, en sem ég tel að vera mikilvægur málsvara fyrir okkur og hann mun nýta sér þá reynslu sem hann hefur úr bæjarstjórnarmálum
hér eftir sem hingað til og við munum klárlega nýta okkur það á komandi árum. Bæði við í meirihluta og minnihluta, þess að við erum öll að keppa því sama markmiði, það er það að gera bæinn okkar betri og standa vörð okkar hagsmuni hér á Akureyri. Takk. Hv. bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar kannski aðeins til þess að landa mér í þessu umræðu og vil taka undir orð Margrétar Kristínar sem fór hérna með varðandi nauðsyn þess að skilgreina vel hvert hlutverk bæjarstjórans á að vera í því samstarfi sem hér ræðir. Það er alveg ljóst að við gagnrýndum það töluvert í aðdraganda þessara kosninga og kosningabaráttunni að Rödd Akureyrar hefði ekki verið nógu skýr á síðasta tímabili og stöndum enn við það og ég ætla allavega að vonast til þess að Rödd Akureyrar verði skýrari á næsta kjörtímabili og það hlýtur að leiða til þess að staða bæjarstjórans verði betur skilgreind en hún var á síðasta kjörtímabili að okkar áliti. Það að bera saman Eirík með fullri virðingu fyrir Eiríki og svo einhverjum ofsamönnum annars staðar finnst mér dálítið einkennilegu samanburður og til að það þurfi nú ekki endilega að lýsa einhverjum ofsa þó að menn fari fram með ákveðnum hætti og verji sitt byggðarlag og standi fast á sínu máli. Og þetta kannski það sem lykilatriði í þessu, það að við fylgjum málum eftir sem rædd eru hér í bæjarstjórn og ákveðin hér. Og það kannski grundvallaratriði í þessu og það það sem við höfum verið að tala hvað varðar Rödd Akureyrar. Það þrautseigja, það eftirfylgni og það sé tekið eftir okkur. Ég vona svo sannarlega til að það muni takast á næsta kjörtímabili. Takk. Logi Már Einarsson hefur óskað eftir. Hv. bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var ekki að gagnrýna aðra bæjarstjóra, ég var að bera saman, það áferðarmunur á þeim og ég var einfaldlega að lýsa því hvað það sem við sækjumst eftir þegar við veljum okkur talsmann. Það er nú ekki þannig að Gunnar eða hans fólk hafi fundið upp nauðsyn þess að halda málum á lofti og sinna fastri málafylgju. Það er eins og ekki sama með hvaða hætti það gert. Og þegar að tala úthald og þrautseigju, þá er líka ágætt að hafa það í huga að þegar að menn takast á hendur vinnu og taka þátt í samstarfi, þá er stundum betra að fylgja því bara alla leið á enda en ekki að skipta hest í miðri á. Og við treystum okkur ágætlega til þess að halda merki bæjarins á lofti í samstarfi við Eirík Björn og vonandi Gunnar Gíslason, háttvirtan bæjarfulltrúa og hans félaga líka. Mér finnst þetta pínu eins og að vera dorga í gruggugu vatni núna í upphafi, byrja á því að koma og lýsa yfir vonbrigðum með að menn tegi sig nú ekki lengra í samstarfsátt og byrja svo að gera það tortryggilegt þó að það sé ekki fest niður í þaula nákvæmlega hvert daglegt hlutverk bæjarstjóra er. Við höfum skoðað ráðningarsamninga bæjarstjóra frá nokkrum sveitarfélögum og þessi ekkert í neinum atriðum ólíkur þeim sem við höfum skoðað. En bara að lokum, við erum ánægð með hans störf og þess vegna ráðum við hann aftur og við munum alveg sannarlega Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, halda merki Akureyrar á lofti. Margrét Kristín Helgadóttir hefur óskað eftir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég finn mig knúna til að koma hér fram og taka það fram að ég var ekki að lýsa neinni tortryggni. Það hlýtur að vera réttur okkar allra að fá að spyrja spurninga og fá að hafa mál á hreinu. Og þannig einmitt virkar samvinna best, að allir séu vel upplýstir og fólk tali saman. Það er einfaldlega það sem við erum að gera hér. Og á sama skapi, ég er ekki að segja þegar ég kom hérna áðan og talaði, þá var ég í rauninni bara að hugsa að starfsmaður
hjá bænum eða embættismaður hefði ákveðna starfslýsingu og vissi hvert sitt starf væri. Ég var ekki að lýsa neinni sérstakri gagnrýni á störf Eiríks sem bæjarstjóra. En samvinnan byrjaði vel. Takk fyrir. Er ekki einhver fleiri sem vil taka til máls? Ef ekki þá göngum við til atkvæða. Já, samþykkt ráðningu Eirík Björns Björgvinssonar, rétt upp hönd. Það eru 7 atkvæði með ráðningu Eiríks Björns Björgvinssonar. Já, fyrirgefðu, það eru 4 á móti. Ha? Er ekki á móti? Nei, það er enginn á móti, fyrirgefðu. Já, það er einhver á móti. Það er enginn á móti. Fyrsti dagur. Það var það 7. dagskrárliður, prófkjörumboð 2014-2018. 7. dagskrárliður, prófkjörumboð 2014-2018. Lagði fram tillaga prófkjörumboð með vísan til 4. málsgreinar 55. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011. Heimila bæjarstjórn bæjarstjóra að veita eftirtöldu starfsmönnum Akureyrarbæjar prófkjörumboð. Bæjarlögmanni Ingu Fjöll Þorgrímsdóttur og fjármálastjóra Dan Jens Brynjarsyni umboð nær til að undirrita skjöl varðandi kaup og sölu fasteigna sveitarfélagsins, lántökur og ábyrgðir svo og önnur skjöl sem fela í sér skuldbindingar eða ráðstafanir sem samþykkt er í bæjarráði og eða bæjarstjórn þar til. Og göngum við til orðið laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þetta. Er þeir sem að styðja þetta eða samþykkja? Það er samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum. 11, já. Já. Þá er það 8. dagskrárliður, VFMA hringteigur, annar liður deiliskipulag. Það er Ingibjörg, bæjarfulltrúi Ingibjörg sem tekur til máls. Ísaksen. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er annar liður í fundargerð skipulagsnefndar dagsett 28. maí 2014. Skipulagsnefnd fól skipulagsstjóra þann 16. janúar 2013 að vinna tillögu að deiluskipulagi lóðar Verkmenntaskólans á Akureyri í samráði við forsvarsmenn VFMA. Skipulagslýsingar fyrir deiluskipulag VFMA voru auglýstar 13. til 27. mars 2013 og á ný 19. mars til 2. apríl 2014. Ein umsögn barst frá Skipulagsstofnun sem ekki gerir athugasemdir við lýsingarnar. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Einhver sem vil taka til máls? Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir tekur til máls. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Það er mjög jákvætt að þessi lóð sé nú skipulögð og mjög gott að skipulagið hafi verið unnið í samráði við forsvarsmenn VFMA. Það verður sérstaklega jákvætt að fá kennsluaðstöðu fyrir bifvélavirkjunina við skólann og íþróttaaðstöðu og vona ég að framkvæmdir við þessar byggingar hefjist sem fyrst. Í greinargerðinni með deiliskipulaginu segir, með leyfi forseta, góð aðstaða til geymslu reiðhjóla ásamt góðu stígakerfi og aðgengi hjólandi að og frá skólanum hvetja til þess að nemendur og starfsmenn noti hjól í ríkara mæli sem samgöngumáta til og frá skóla. Tilvitnun lýkur. Í þessu samhengi vil ég benda á að sú aðstaða sem gert er ráð fyrir samkvæmt þessu deiliskipulagi til geymslu reiðhjóla, það eru reiðhjólabogar, er lágmarks aðstaða.
En góð aðstaða væri til dæmis yfirbyggðar reiðhjólageymslur. Í greinargerðinni kemur einnig fram að deilimarkmið fyrir framhaldsskóla sé meðal annars, með leyfi forseta, leiðir almenningsvagna að skólanum verði sem bestar og göngu- og hjólreiðastígar sem greiðfærastir, tilvitnun endar. Ég myndi gjarnan vilja heyra meira hvort og þá hvernig áætlað að bæta snjómokstur á göngu- og hjólreiðastígum í tengslum við skólann. Takk. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins í tilefni af þessum athugasemdum, ég get alveg tekið undir þær, en hins vegar þá bara benda á að deiliskipulag er í rauninni leikreglur hvað má gera og hvað má ekki gera. Deiliskipulag tekur ekki á framkvæmdaratriðum eins og snjómokstri og öðru slíku. Hins vegar er bara ljúft og skylt að upplýsa það hér núna, þó við ræðum það aftur kannski á næsta bæjarstjórnarfundi, að í málefnasamningnum þá er til dæmis talað það sérstaklega að við ætlum að stórauka og efla strætósamgöngur. Þar munum við taka útgangspunkt í skólum og íþróttamannvirkjum og öðrum í rauninni stöðum sem að tengjast ungu fólki. Þannig að það svarar að hluta til spurninguðinni. Það er hins vegar ekkert sem bannar mönnum í þessari, sýnist mér, þessum áformum að byggja lítið skýli yfir þessi reiðhjólastæði. Sko. En með snjómoksturinn það er ekki eðlilegt að það komi fram í deiliskipulaginu yfir höfuð. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 8. lið. Ætlum sem samþykkja það? Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. 11. Það var að 9. mál. Logi Már Einarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Krókurinn 11. Næst á dagskrá sýnist mér skipulagsmál, tengist einbýlishúsi, Krókurinn 11, lítilsháttar stækkun á kjallara. Ég hef unnið þessa tillögu, þannig að ég óska eftir að það verði samþykkt vanhæfi á mig í þessu dagskrártinu. Þeir sem styðja það, réttu upp hönd. Það er samþykkt 11. 11. Það kemur á 11. fundi. Það var að 9. dagskrárliður Krókurinn umsókn til breytingar á deiliskipulagi. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. 4. liður í fundargerð skipulagsnefndar dagsett 28. maí 2014. Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingum á deiliskipulagi reits 2028 í Naustahverfi. Ræða 30 fermetra stækkun á byggingamagni og minniháttar stækkun á ytri og innri byggingareit. Þar sem óverulega breyting á gildandi deiliskipulagi er að ræða, leggur skipulagsnefnd til við bæjarstjórn að tillagan verði grenndarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þessum lið? Þá göngum við til atkvæðagreiðslu til samþykktar. Samþykkt með 10. Það var að 10. dagskrárliður og svo síðasti. Já, fá ósk eftir að hæstv. Bæjarfulltrúi Logi Bæjarstjórn niðurfelling fundar lagði fram tillaga að fundur bæjarstjórnar sem áætlaður var 24. júní verði næstkomandi verði felldur niður og næsti fundur bæjarstjórnar verður 1. júlí 2014 kl. 16. Samkvæmt 14. grein sveitarstjórnarlaga er sveitarstjórn heimilt að fella niður reglubundinn fund enda sé tillaga slíkt samþykkt mót atkvæðalaust á næsta fundi. Eru þið tilbúnir að samþykkja þetta? Göngum til atkvæðagreiðslu. Samþykkt með 11.
Þá segi ég þessum fundi slitið klukkan 17:03 og þakka fyrir.